Ég ætla að fara í hvernig við búum til textagerð í AutoCAD. Við ætlum að búa til annotation textstyle. Stillingar á textstyle eru eða textum og leturgerðum. Sko ef maður færi hérna í og maður myndi búa til texta, þá lendum við þannig kemur þetta. Þá fáum við upp hérna textastælinn eða leturgerðina sem við ætlum að nota. Við ætlum að búa okkur til eigin núna í þessu myndbandi. Ég geti bara close text editors. Besta leiðin til að fara þessu það er sko ég fer hérna í insert og fer ekki annotate hérna og hérna niður er lítið píla sem stendur text style. Við getum líka skrifað inn bara style í command línuna og þá kemur upp þessi sami gluggi. Þessi hérna. Hérna eru stillingarnar á textunum. Við ætlum að búa til nýja textastæla fyrir okkar eigin. Segjum bara hérna new og við finnum bara að kalla þetta bara Arial texti R-I-A-L texti og annotate og ítum OK og þá getum við breytt hérna bæði textatípunni. Við notum yfirleitt Arial í okkar vinnu. Við getum séð hérna til hvort þetta sé allan texti eða svona. Ef við ætlum að búa til einhver sérstaka texta þá getum við hérna við höfum regular og við ætlum að haka hérna við annotate og ég ætla að segja hérna að þessi texti hérna hann sé alltaf 2,5 mm á hæð. Hérna er upside down faktorinn og hvort hann sé speglaður eða ekki. Sjáu hérna í fyrirmyndinni hvað gerir þegar maður haka við þetta. Þetta getur við náttúrulega bara búið til og hérna við ætlum að búið til speglun eða hafa þetta spegla aftur á bak eða spegla upside down eða hvað sem þá getum við leikið ykkur hérna. Sko ég ætla að segja þessi hérna þetta sé annotative 2,5 mm og ég ætla þá að rýnema hérna. Ég ætla að segja sko annotative texti 2,5 mm annotative og apply. Yes og síðan ætla ég að búa til annan sem byggir bara á þessum hérna og hann á að heita það sama Arial texti og hann hafa 5 mm líka annotative. OK og stillum þá bara einfaldlega textaðinn hérna hún sé 5 mm. Apply og lokum þessu. Þá ættum við að vera komið með þegar við setjum einhver texta hérna inn hjá okkur. Hérna, já þá fyrir maður að spyrja hvaða skala við ætlum að hafa þetta í. Og þetta gerir sér grein fyrir strax hvort maður sé að vinna eitthvað 1/50, 1/100 teikningu eða deiliteikningum. Hvernig sem það er. Annotative það vinnur eftir þessari teikningu hérna. Já, ég set hérna og ég set texta hérna inn og ég skrifa bara hérna Arial og sjá, ég er með típuna hérna og ég ætla að skrifa hérna bara 2,5 mm og ég passa mig á því að þetta sé valið hérna í Arial text 2,5 mm og yes og lokum þessu. Síðan myndi ég ætla að teikna annað texta hérna niðri sem er hérna í. Hann er líka 1/100 og ég ætla að velja það sem sagt að það sé 5 mm textinn. Skrifa hérna Arial 0 mm. Dreigi út hérna og close text editor.
Og sjá, þá er ég komið með texta hérna, ef hann miðar hérna við 1/100. Þessi prentast á teikniblaðinu í 2,5 mm hæð og þessi í 5 mm hæð. Þetta var uppsetningu textagerðar, eða sem búa til texta og notum annotation texta.